Komið sæl, ég ætla að sýna ykkur hvernig maður tekur upp vídeo af því sem maður er að gera á skjánum á Makka. Ég get ekki sýnt ykkur hvernig við gerum þetta á PC vegna þess að ég nota ekki PC en það er án efa mjög svipað. Það er boðið upp á tvær leiðir til þess að taka upp vídeo, annars vegar að taka upp screen recording eða skjávídeó. Annars vegar er að nota Shift, Command og töluna 5 á lyklaborðinu og hins vegar að nota QuickTime Player sem ég er að gera núna. Við byrjum á QuickTime. Ef við notum QuickTime þá opnum við það forrit og förum hérna upp í File og þið sjáu að hér er boðið upp á 3 möguleika. Það er Movie Recording, þá þurfum við að tengja einhverja tökuvél við tölvuna og þá getum við bara nota tölvuna til þess að taka upp vídeo af vélinni. Síðan er hérna bara hljóðupptaka ef þið viljið gera podcast eða eitthvað slíkt og svo hér það sem ég er í, það er screen recording og hérna á hjálparsíðunni frá Mac þá sjáum við ef við notum QuickTime Player og veljum screen recording þá kemur þessi mynd upp og við þurfum að velja hvernig mikrofónu við ætlum að nota og í flestum tilfellum er alltaf að ég nota bara innbyggðan mikrofón. Ef við viljum gera þetta voða fínt þá getið þið haft hérna utanliggjandi mikrofón og til að byrja að taka upp þá ýtið þið hérna á rauða takkan og síðan sláið bara á einhvern takka og þá fer upptakan í gang. Og þið sjáið það að hérna hér er lítill punktur og þetta er sem sagt ef við ýtum á þetta þá hættir upptakan. Þetta getur verið mjög gagnlegt hvort sem að nota QuickTime Player eða sem sagt innbyggða kerfi í tölvunni. Þetta getur verið mjög gagnlegt til dæmis í þeim tilfellum þar sem að við erum að búa til eitthvað sem við viljum sýna hvernig við gerum á vélinni og þetta er líka miklu fljótlegra heldur en að vera að gera einhverja glærukynningu ef maður er að búa til eitthvað kennsluefni. Ég ætla að nota tækifærið og sýna ykkur forrit sem að heitir Handbrake vegna þess að þegar við erum búin að taka upp á skjánum þá verður til myndskrá sem er yfirleitt það stór að það er aldrei erfitt að deila henni bæði í tölvupósti og Facebook og þá verður það þjapp henni. Þess vegna er mjög gagnlegt að finna sér eitthvað forrit sem að þjappar og ef við fer bara hérna í til dæmis í Safari eða við hérna Chrome, ég er með 2 vafra hérna, við fyrir Chrome og leitum að Handbrake for Mac kemur hérna upp fullt af síðum. Mér minnir að ég hef tekið þetta af Wondershare nei, ég tók þetta bara af Handbrake síðunni en þið sem sagt hlaðið Handbrake niður og setja það inn í application mappuna eða það sem að þið eru með ykkar forrit. Þegar búið er að hlaða Handbrake niður þá erum við með hann inn í tölvunni og þetta lítur svona út og við erum að velja einhvern fæl sem við viljum þjappa og hér er til dæmis eitthvað screen recording sem ég hef verið að gera í dag. Ég get ekki það. Ég get valið það og hendi hérna inn. Þá er það komið og hérna getum við í raun og veru valið formatið á þessu. Við skulum halda okkur við MP4 myndskrá. Hérna er þetta forrit sem við notum spilarinn H264 og svo eru hérna ýmsir möguleikar
ef við förum hérna í vídeo sem skiptir mestu máli, þá getum við eins og áður segir, við getum valið hérna encoder, við getum valið þetta ræður líka hvað við erum með stóran fæl, þessi tiltölulega lítill, hérna eru rammar á sekúndu, það skiptir ekki máli þegar við erum að hérna búa til eitthvað sem við tökum upp á tölvunni sjálfri, og það er hægt að fikta í stillingunum, það er hægt að velja subtitles, kafla og fleira, en svo er hérna svona preset stillingar og ég hef valið stillingu sem heitir fast 1080 30 rammar á sekundu. Ég geti valið hérna aðeins minna, fast 720, gerum það bara, þetta verður þá aðeins minni hérna fæll, og hérna getum við valið bitrate, hérna til dæmis 3000 kilobæt sekundu, við getum minnkað enn meira ef við vildum, bara hafa það þannig. En þegar þetta er komið, þá hérna er ekkert annað að gera heldur en að bara byrja að keyra það út, og við sjáum hérna að ég er búinn að stilla þetta þannig að þetta fer inn á skottafilm userinn eða notandan inn í movies möppuna þar, og þetta er hægt að velja eitthvað annað. Við förum hérna hægra horni neðst og getum alveg valið desktop eða documents eða hvað það er, búið til sér möppum eða svoleiðis, en ég leik mig bara að velja documents og sjá við breytingunni hérna, og svo ítum við bara start, og hér byrjar hún sem sagt að þjappa þetta, og hérna í flestum tilfellum þá eigi að geta notað þetta til þess að þjappa litlum vídeóm og í þá stærð að þið getið sett hana á Facebook eða sendt þetta með tölvupósti, og þetta getur verið mjög gagnlegt fyrir ykkur að nota þegar þið eru að búa til kennsluefni, til dæmis fyrir nemendur. Ég nota þetta töluvert sjálfur þegar ég er að hérna undirbúa tíma, vegna þess að ég vil frekar að nemendur hjá mér sé að vinna eitthvað sjálfur í tímum heldur en að vera að hlusta á mig, halda einhverja fyrirlestra. Þannig að það er nokkuð góð lausn að búa bara til svona screen recording eða skjávídeó af því sem ég er að gera. Og kosturinn við það líka er sá að ég get þá sett þetta inn í möppu og þau geta sótt þetta og skoða þetta síðar þegar við erum búin að gleyma því hvernig það átt að gera þetta. En nú sem sagt ætla ég að fara hérna upp í þennan hnapp og stoppa vídeóið og posta sinna á síðun okkar.